2017 var tekin ákvörðun hjá Landspítala að sérfræðilæknar þar hættu að skipta sér á milli stofurekstrar og sjúkrahúslækninga. Krafan varð að þeir sem kæmu til starfa á spítalanum einbeittu sér að því. Læknum sem helga sig spítalanum samt greitt sérstakt álag. Vegna þess að það mun betur, sérfræðingum mun betur greitt fyrir að veita þjónustu sjálfstæðsstarfandi út í bæ heldur en á sjúkrahúsinu. Þannig að væntanlega var þetta til að mæta þessari skekkju. Já, það alveg eðlilegt? Það tel ég ekki vera. Það eru kannski aðrir hlutir sem að heldur en endilega akkurat laun sem að eru kannski betri þar, hlutir eins og að þar komin inn vetrarfrísvika og unga fólki fær 7. sumarfrísvíkuna, ungar konur sem eftir að fæða sín börn hafa ákveðin meiri veikindarétt þar. En ég held að það þurfi samt að huga því að það sé ekki of mikill munur, þannig að sé ekki of mikill fjárhagslegur hvati af því að vera frekar að sinna verkum á stofu, sem eiga að vera einfaldari, frekar heldur en þeim flóknustu, erfiðustu og þyngstu sem inn á sjúkrahúsinu. Sem leiðir okkur að deiluefni númer 4 sem snýst reyndar líka peninga. Eitt af því sem Ríkisendurskoðun gagnrýnir harðlega að sjúkratryggingar sem eiga að gera sem hagstæðasta samninga fyrir okkur öll, vita ekki hvað hlutirnir kosta í raun. Þetta í rauninni svolítið eins og að vita bara hvert útsöluverðið en ekki innkaupsverðið og þar með hvað álagningin mikil. Læknarnir vita hvað þeir geta tekið mikinn hagnað út úr samningnum en engin annar. En það liggur alveg fyrir. Það algjörlega ljóst upp á krónu hvað sjúkratryggingar borga fyrir hvert verk. Já, það ekki raunkostnaður. Það bara rangt að það sé ekki. Það liggur algjörlega fyrir allur efniskostnaður. Verð annað en kostnaður. Já, en það liggur fyrir hvað borgað fyrir hvert verk í smáatriðum. Þannig að það ekki rétt að segja að efnagslegu... Það segir samt ekki hver kostnaðurinn við það. Það segir ekkert það hver arður af verkinu, skilur við. Það þetta eitthvað sem að fer mjög mikið bara eftir því hvernig viðkomandi fyrirtækið rekið og alls konar öðrum breytum, þetta má alveg skoða það og sjálfsagt máli gera það. Nú auðvitað reiknar enginn með að menn sé að reka fyrirtæki án þess að hafa einhverja hagnaðar von. En við gerum enga athugasemd við það að fólk eða menn greiði sér góð laun og sínu fólki. En það mikilvægt að þetta sé gegnsætt og þetta sé dálítið upp á borðinu vegna þess að þetta kemur auðvitað allt úr sama vasanum. Eru þá ekki ykkar viðsemjendur svolítið blindir ef þeir hafa ekki hugmynd það? Það ekkert óeðlilegt að þeir viðsemjendur gerir einhvers konar kostnaðargreiningu á verkunum hjá sér og áætli hvað þau ættu að kosta. En má það ekki bara vera upp á borðinu? Það bara eru alls konar rök með og á móti því. Rökin gegn því eru væntanlega þau að fólk eigi bara að fá að halda því fyrir sig hversu mikið það hefur upp úr sínum fyrirtækjarekstri, kjósi það svo. Við skoðun á þeim félögum sem sjálfstætt starfandi læknar hafa stofnað í kringum eigin rekstur virðist þróunin vera svo að æ fleiri kjósa að vera með hann í samlagsfélagi SLF eða sameignarfélagi SF. Það þýðir að ef þeir bera persónulega ótakmarkaða ábyrgð á öllum skuldbindingum félagsins eru nánast engar upplýsingar aðgengilegar reksturinn því ekki þarf að skila ársreikningi til opinberar birtingar. Rökin með því að hafa bókhaldið opið eru einföld. Vegna þess að þetta að mestu leyti ríkisrekin einkarekstur má gera kröfu að hagnaðurinn sé opinber. Fyrir hönd almennings að þá finnst mér réttmætt að gera þá kröfu að allar upplýsingar liggi á borðinu vegna þess að annars þá ekki ljóst hverjir hagsmunirnir eru. En af hverju hafa þær kröfur ekki verið gerðar? Það bara mjög góð spurning og það þarf að gera það.